Ullumikut nunatsinniit avannamut sanalitsinniit ааллакаатитассиат 25-саат ааллартиппоқ исигиннарлуарisi калааллит нунаанниит нуумми нук нордиск фестивалеқарнера такусақарфигиссаварпут ислааннимилут тоқумут пиллаасарнеқ кигуллер писимавоқ ватстаалс холларими укиоқ 1830-вими иннуттаасут катерсугаасиви марлук такусассиақарпут пиллаасарнермут тунгасунит 1900-куннерсуник наасориссаасут лентапприккерими перуфсоортеримерсут алаккартеқпагут саниатигут уннуисарфиутеқарпут аторториссаарутеқарлутиллу туттунниартартут туттунниареераангамик кигорна иггасерсорлутик туттутаминник нерисиннааниассаммата Kiassaq oktuuperip qiteqqunnerani nuummi innuttaasut kultuurikkut misigisaqartitaavissorput tassa pingaussaanertumik festivaali atilik Nordisk Kulturfestival ingerlanneqarmut adukutamassi uumamik pisumik nuumut tikilluangaaritsi tassa kultuurikkut pikialaartittineq aallartipparput ingerlaaqatigiinnermik nipilersornermi atuarfimmi nipilersortartuaqanut uumam pisumi quyanarujorussuaq nuanneqaaq qiimmaallanneqaaq tassa nuna avannarliit eqqumiitsuliortui nunatsin eqqumiitsuliortut nunani allaningaanniit aamma eqqumiitsuliortut sikeraarsarsimapagut sapaatiakunnersua kultuurikku paarlaaseqatigiinneq ingerlasussaq taavamassak aallartippoq ullorparpassuit ulapputtoqarsimavoq ullorpassuit soorligiullutungaanut kisittisimavunga ullumikut aallartinnissatinnut kultuuriliornermik suliaqartut uumammik pisumik quyanarujorussuaq ilissi anersaakkut inuunerput immersortarparsi nuannernerulersumik aama inuuneqalertilluta ilaannikut apeqqusigisarpusi pissuttinik ilaannik eqqarsalersiitsarpusi tamatigul kisianni misigisat assiingitsut uavuttin apuuttaqassigit quyanarujorussuaq pisooq nunarput assut taavalu aama pikialaartitinermi nukik ilissi pigisarsi qularingivippaasuli annerulissammat ulluni ukunani suleqatissarpassuaqaqassi uavut aama qilanaarluta isiginnaariartarumaarluta Nuuk Nordisk startede tilbage i 2014. Der var en praktikant i kommunens Kommunerafik Sommersorgs kulturafdeling og en praktikant i Naba, som fandt sammen og sammen sådan udviklede ideen om en nordisk kulturfestival for alle i Nuuk. Og så fandt man ud af, det kunne man faktisk godt tænke sig at gøre, og samle alt fra musik til teater og billedkunst og udstillinger og klovne og ildshows og alt muligt vildt i en uge i Nuuk.
Og man lavede så den første Nuuk Nordisk i 2015 i oktober i Nuuk. Så blev den festival overstået, og ejerne af Kommune Rafik Sommersop og Napa satte sig så sammen igen og tænkte, det gik da egentlig rimelig godt, det der. Det var egentlig ret sjovt. Skal vi ikke gøre det igen? Jo, det synes de bestemt, man skulle. Og så blev jeg og en anden, vi var 2 projektledere, som begyndte i september 2016, simpelthen med at søge penge og udvikle på konceptet til den næste festival. Det vi gjorde, det var, at vi tog sådan alle de gode idéer, alle de gode erfaringer fra 2015, og så skruede vi sådan lidt op på volumen, og skruede lidt op på ambitionerne, og tænkte, nu gør vi det endnu vildere. Og det var det, der så blev til Nuuk Nordisk 2017. Vi havde en hel uge, 6 dage, fyldt med program fra morgen til aften nærmest, med workshops på skoler med nordiske kunstnere og teaterstykker på både Nynatdags i Ginartisisafia og i Gaduaq, og koncerter over hele byen og udstillinger og alt muligt vildt. Síðasta aftaka á Íslandi fór fram í Vatnsdalshólum í Húnavarsýslu þann 12. janúar árið 1830. Þá voru tekin af lífi Agnes Magnúsdóttir, vinnukona á Illugastöðum, og Friðrik Sigurðsson, bóndásonur frá Katadal. Þau höfðu verið dæmd til dauða fyrir morðið á 2 mönnum, Natani Ketilsinni, bónda á Illugastöðum, og Pétri Jónsinni frá Geitaskarði. Byggðasafn Húnvetninga og strandamanna á Reykjum í Hrútafirði sýnir nú gripi tengda sakamálum frá 19. öld og eru lykilgripir sýningarinnar Millur Agnesar Magnúsdóttur, en sagt að þær hafi fundist með beinum hennar þegar þau voru grafin upp og flutt í vígða mold. Þó saga Agnesar hafi verið nokkuð kunn hér á landi, þá vissu fáir af tilvist hennar utan landsteinana. Allt þar til ástralski rithöfundurinn Hannah Kent skrifaði bókina Náðarstund. Fyrir nokkrum árum síðan þá rak ég augun í það, og þá bjó ég nú reyndar ennþá úti í Lundunum. Ég rak augun í það í einhverjum fréttamiðli að það væri mikið uppboð í gangi á milli útgáfu forlaga réttin á því að gefa út bók sem væri byggð á einhverju íslensku sakamáli. Og svo las ég þetta mjög betur til þetta og sá að þetta var bókin sem við þekkjum sem Náðarstund í dag. Og upp frá því sá ég líka að það væri einhver áhugi á því að búa til bíómynd í Hollywood og eitthvað svoleiðis. Þannig að ennþá út í London þá sendi ég tölvupóst á ferðamálafélagið hérna heima. Bendum nú á það að þetta sé að fara í gang og það gæti nú alveg verið að það myndi aukast eitthvað áhuginn á þessum sögustöðum og eitthvað svoleiðis, og kannski ættu menn að huga því að vera undirbúnir fyrir áhugann. Svo æxlast það nú þannig að ég tek við starfi hérna sem framkvæmdastjóri hjá Selasetrinu, flytt heim og svo kjörinn formaður í þessu félagi. Þannig að þá liggur þetta erindi frá sjálfum mér inni á borði hjá sjálfum mér. Þannig að eitthvað verði ég að gera í þessu þá. Þannig ég byrja á því að fara í mikið og gott samstarf við ferðamálafélagið í Austursýslunni, og við gefum saman út bækling með helstu sögustöðum þessara mála í sameiningu, og sem í rauninni grunnforsenda fyrir því að það sé hægt að gera eitthvað úr hlutunum, er að þetta sé sett upp á svona kort fyrir þá sem þekkja málun ekki neitt. Og svo reyndar annað verkefni sem við erum að fara að vinna með Austursýslunni sem byggir þá því að gera í rauninni einleik upp úr því sem er til frá eigin hendi sýslumanns á þessum tíma. Það er önnur saga, við finnum betur yfir það þegar það kemur að því. Blóðlaupin augu slefur vitun hennar lagði,
strá. Það sem kannski var að opna núna daginn, það sem nýjast í þessu, það að, sem sagt, að þegar ég var að garfa í þessum málum og sjá hvað væri til, að þá segir forstöðumaður byggðasafns Húnvetninga og Stranda mér frá því að nú sé til hlutir á safninu hjá þeim sem þessar svokallaðar myllur, sem svona litlir hnappar eða svoleiðis. Og myllur Agnesar sem hafi verið grafnar með henni og hún væntanlega verið með þá þegar hún var tekin af lífi, væru til á safninu. En vandamáli væri að þær hættu að vera í svona sérstökum kassa eins og verðmætir safngripir þurfa að vera í og það væri bara ekki til peningur til þess að vera með hlutunum til sýnis. Sem að auðvitað ómögulegt að þessi eini hlutur, því að nú auðvitað öxin og höggstokkurinn á Þjóðminjasafninu, þessi eini hlutur sem til í heimabyggð sögunar, eini áþreifanlegi hlutur, þannig séð, sem eru minjar þessa atburði, að hann væri bara einhvers staðar í geymslu. Nú auðvitað höfðu starfsmenn safnsins verið mjög liðlegir með það að ef að fólk kom og bað sérstaklega að sjá þessa hluti að taka það fram. En ég þá lagði það til við stjórn Ferðamálafélagsins að við myndum greiða úr þessari flækju og leggja til úr okkar sjóði, meirihlutann af þeim peningum sem við áttum til, í það að koma þessum pínu litlu hlutum, þeir eru ekki stórir, í sýningu. Það væri ómögulegt að þetta væri svona baksviðis einhvers staðar. Og það skemmst á því að segja að stjórnin mjög sammála því að þetta sé undirstöðuhlutur, undirstaða undir það að það sé hægt að vekja meiri áhuga og nýta þann áhuga sem komin og við gerðum það, við lögðum fram það fé og kostuðum það að koma þessu til sýnis. Sem svo var það úr því og þá náttúrulega kannski útfærslan betra að tala við þau sem unnu það, því að á þeim tímapunkti máli komið úr okkar höndum. En þau útfærðu þetta enn frekar og bæta við 2 öðrum sakamálum í þessa sýningu sem nú komin upp, sem þá sakamál í Húnavatnssýslu og þetta mál og þessar myllur, þessi litlu hlutir, eru þar í öndvegi. En hvað ætli gera það verkum að Agnes orðin svona eftirsótt og vinsæl? Ég held að auðvitað þetta svona tvennt mismunandi. Annars vegar held ég að áhuginn hafi ekki í rauninni aldrei horfið á Íslandi eða hér í heimabyggð, þannig að það einn hlutur. En hins vegar með þessari bók hennar Hönnu kennt, þá hefur þessi áhugi orðið stigvaxandi allan heim. Ég meina það búið að, ég treysti mér ekki að segja nákvæmlega hvað mörgum, en það búið að þýða bókina yfir og 30 eitthvað tungumál. Og 5 af þeim erum við með bókina til sölu hérna á Seljasetrinum til dæmis. Og það sem verður svo þegar maður búin með undirstöðuvinnuna, eins og að búa til þennan bækling og koma þessum muni til sýningar, þá hægt að búa til einhverja vöru sem þá annars vegar núna eru farin af stað rútuferðir sem bjóða upp á það, 2 mismunandi sem bjóða upp á svoleiðis, og meira að segja hestaferðir sem fara þessar sögu staði á hestbæk. Ástralir náttúrulega sjálfur hafa óskaplega mikinn áhuga af því að þetta svolítið merkileg svona tenging við staðin sem þeir eru að ferðast á, en þetta mjög víða bæði frá Norður-Ameríku og ég held maður megi segja bara víðsvegar. Við eigum bókin á japönsku og indonesísku. Ég geti verið að selja miklu fleiri tungumálum ef ég fyndi rétta staðinn þar sem ég geti keypt hann inn á þokkalegu verði. Hvað ætli Agnes myndi segja ef hún væri til frásagnar það að vera orðin heimsfræg? Já, ég treysti mér kannski til að segja það, en það mjög magnað að þessi ógæfukona skuli vera það, skuli vera orðin svona fræg.
Kakak. Tokkassuit. Asasakka generalsekretæri, nunanaavannarlern ikingutigut, borgmesteri, asasakkeqqumitsutiortut peqataasullu allat. Tamassi tikilluaritsi. Kultuurikkutaam annertutigisumik, nunatsin immikkut, nunani avannarlerni suleqatiginnikkut, taama annertutigisumik akuttusuni tamaani takusaratta pikialaartitsisoqarnera. Naalakkersuusuni nuannaarutigisoruussuarput. Taamaattami kommuneqarfisermersoor napalu quyanaaruussuaq kultuuriqqumitsutiornerpillungit sammillugit taamatut pikialaartitsinermusuliniiteqarassi. Vi havde cirka 300 besøgende fra Norden, alt i alt. 150 af dem var kunstnere, og det var bands, og det var billedkunstnere, og det var teater, skuespillere, instruktører, alle mulige slags kunstnere. Og så havde vi også ret mange besøgende. Vi havde en gruppe journalister, og generalsekretæren for Nordisk Ministerråd kom. Vi havde formanden for Kunst- og Kulturudvalget i Nordisk Råd, som også deltog. Der var en masse embedsfolk fra det nordiske samarbejde, og Nabas søsterinstitutioner ude i Norden. Det nordiske hus i Reykjavik, det nordiske hus i Færøerne, Kulturinstituttet i Helsinki i Finland og også fra Åland. De var her også alle sammen og så, hvordan vi gjorde det her. Det er ret sjældent, at vi får samlet Norden på den måde. Det var også egentlig virkelig af vores ambitioner, at vi skulle tage centrum for Norden og så tvinge det til Nuuk og til Grønland. Og de kom, og de var her, de var med, og vi havde virkelig en nordisk fest under den festival. Ricochet, you take your aim, fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I'm titanium. I'm titanium.
Hjónin Bergþóra Valgeirsdóttir og Eiður Gísli Guðmundsson, bændur á Lindarbrekku í Berufirði, reka hreindýraverkunarhús samhliða búskap og ferðaþjónustu. Lindarbrekk félagsbú sem þeir reka með foreldrum Eiðs og eru þau með 500 fjár og 50 naut. Það eru 3 ár síðan að sláturhúsið kom til og það kom náttúrulega til helst út af því að bara við vorum báðir að leysa og nóg að gera í lauðsögn. Náttúrulega að gera reyna að ná einhverjum peningum inn í heimabygð. Og það var þetta líka að hugsa sko ekki bara fyrir hreindýrin, heldur líka til að geta svo bæði verið unniðar ærkjöt og nautakjöt. Við erum bara ekki komin í þann pakka ennþá. En svona þegar manni dettur í huga að stofna sláturhús, þetta ekki óttalegt leyfa fargan og vesen? Nei, ekki í sambandi við hreindýrin í rauninni, sko. En það er náttúrulega að leyfa fargan í kring og sauðfé. Endalaust leyfa fargan þar og þá nennir maður ekki að standa í því. Það er kannski aðalvandamálið. Það er líka mun af því að hreindýrunum þau eru drepin upp á fjalli og svo er bara verku hérna. En eins og að bara drepa hérna ær eða naut og verka þess og það er bara hellingsleyfi, það er bara heljarna pakki, sko. Byggingarsaga verkunarhúsins er skemmtileg. Svo viðaðist náttúrulega bara alls konar efni að það var komin 1 gámur og svo náttúrulega gluggarnir úr fjármálaráðuneytinu, þeir eru náttúrulega komnir upp. Já, þú verður að segja mér aðeins nána söguna því. Frænd okkar var að vinna við að rífa glugga í fjármálaráðuneytinu og hirti þessa glugga og þeir eru óþarlega hirðir samir hann og pappi, þannig að þeir komið hér austur. Það skulum segja það bara svoleiðis. Þeir eru flottir. En það er samt engin maður með peningavitt hérna, þannig að þetta er alltaf leið. 3 ára baki, hvernig voru einhverjir byrjunarörðuleikar og hvernig hefur gengið? Ég veit ekki, það voru náttúrulega margir byrjunarörðuleikar, ef maður segja svoleiðis. Það var náttúrulega, gleymdist alveg örugglega sækja byggingarleyfi það var byrjað, en svo kom það nú allt saman. En það var svona, þetta gekk ótrúlega fljótt upp dæmið og pabbi á náttúrulega hugmyndina byggingunni alveg sem slíkri, sko. Algjörlega frá A til Ö, en það er náttúrulega á hann stóran part í þessu. Ég held að þetta sé bara komið nokkuð vel upp á þessum tíma. Alveg ótrúlega vel. Já, nóg að gera þetta á hreindýratímabilinu, sko. Hvað leiðist ekkert? Ég held að þetta sé bara eitthvað sem kemur til með að vera áfram og menn verða ánægðir með. Þetta er mikið, sko, sami kúnnuhópurinn ár eftir ár, maður sér það. Það koma kjötiðnaðarmenn að sunnan og vinna dýrin helgar. Ferlið er þannig að þú gefur með dýrið á hlað og þá getur þú farið og fyllt út 1 blað til þess að gera klárt og þessu kippt úr húðinni og þú getur farið og drukkið inn bjóra með hann og svo kemur þetta bara vagónpakkað í kassa heim, merkt og flott. Gæti ekki verið einfaldara fyrir viðskiptavinin. Hjálmar Örn kom alla leið frá Hafnarfirði og var mjög sáttur með bæði fengin og þjónustuna á Lindarbrekku. Það gekk bara mjög vel. Þetta fórum snemma af stað og vorum búin að fella dýrin klukkan 10. Þannig að það gekk bara ofur vel í þetta árið, sko. Þessi þjónusta, þegar ég byrjaði að nýta hana, þá hafa þeir bara sinnt þessu vel. Þeir skila kjötinu vel pakkað alveg eftir mínum þörfum og bara frábær þjónusta, það sem að ég hef kynst allavega. Þetta verður jólastykkin í ár, það er alveg pottþétt, þetta er besta sem maður fær. Það er bara hreindýrið mjög vel eldað, það er alveg frábært. Minn var svona í minni kantunni þetta árið. Hann var 80 kíló, en þetta er bara, skiptir ekki máli hvað þetta er stórt endilega. Það er bara hvað maður fær út úr veiðinni og gaman að fara og vera með félagunum. Þetta er stór heildarmynd. Þetta er 3. hausti sem ég kem og þetta er bara rétt að byrja. Það er bara rétt að byrja, sko. Fyrir 3 árum ákváðu ábúendur að setja upp litla ferðaþjónustu. Það er bara nóg að gera því, við erum með gistirými fyrir 13 manns. Notum hana svona til að borga tapið og sauðfjárbúskapnum. Já, það er eiginlega þannig, til að halda sér til balans. Nei, er þetta ekki bara eins og allir aðrir bændir að gera í Íslandi? Vera með smá ferðaþjónustu líka. Þetta er bara verið alveg nóg að gera í þessu. Þetta bjargaði því kannski að maður þarf ekki að vera að vinna mikið annar staðar þannig sé, sko. Því við vorum í rórækt áður, en við hættum því eiginlega þegar gistingi kom inn í þetta. Þú ert hérðan? Ég er fæddur uppalinn hér. Hvernig frá að þú fer að muna eftir og þá getur núna, hvernig munurinn á bara svæðinu? Það er aldrei mikill munur. Plagar mann mikið þjófvegurinn 1 hérna fyrir neðan og umferðinu verður aukist mikið en þetta er náttúrulega bara hjartað í manni, það slæðir hérna. Ég gæti ekki þrifist mikið í þéttbýli held ég, þannig að til lengri tíma allavega. Тамаккуппут уллумиккуттакут насагут туллиани аллагаатитсеққилерутта исигиннаарниариси аюнгинниарисилу